Já. Komið sæl, hann komin til okkar Tóti sem með hlaðvarpið Ein pæling. Hann búinn að gera allt vitlaust í þessu podcasti. Það ekki Tóti það? Jú, það að fara, ég veit það ekki. Settu mækinn nær þér. Svona fyrir eftir því hvernig þú spyrð, sko. Já. Nei, ég veit það ekki. Það strýkur fólki sem þau vitlaust að fólk sem með öðruvísi skoðanir, sko. En nei, vitlaust. Ég veit það ekki. Þetta svona í flestu tilfellum, sko, það svona 1 og 2 kannski á Facebook sem að trillast og hinir eru svona, ég er samt alveg sammála en ég skal ekki fara að hoppa út í þetta svað, sko. Nei. En þú ert að koma inn í 3. skipti? Já, djöfull er þetta flott stúdíó hjá ykkur. Já, aldrei komið í þetta stúdíó. Nei, og ég mæli með fyrir þá sem að eru að hlusta að setja þetta í mynd. Því að þetta er ótrúlega flott stúdíó hjá ykkur. Já, en það sem ég ætla að segja er að sko, að því að Gunni er náttúrulega komið oftar. En þú ert svona út að detta í að vera næst oftast í gesturinn. Já, þvílíkur heiður. Og í gamla daga þegar ég var með hraðfréttir, þá sem sagt ákvaðu bara þeir sem hafa komið oftast í hraðfréttir fá að fara á vegginn, sko. Nei, heyrðu, það var reyndar algjör veisla að fara á vegginn. En það hefur ekki verið reglan þeir sem kom oftast í hlaðfréttir, skilur. Tóti Hjartar á vegginn. Þyrftum eiginlega að fara að byrja með þá reglu, sko. Hemmi Gunn er og Bjöggi og fleiri, sko. Það er alltaf sterkur leikur þegar þú lætur lífið. Já, ekki alveg strax. Já, það er ekki. Veistu hvað mennur? Því að það eru margir sem eru fallnir frá. Þannig að ég þarf að deyja til þess að komast á vegginn. Nei. Það er svona meira sem fólk hefur verið að segja. Það er fullt af fólki sem er lifandi á veggnum, sko. En þið eruð á veggnum, þið eru hér. Við erum hér og erum á veggnum. En við, sko, að því við erum svona podcast, við tölum bara allt og ekkert, sko. Við erum ekkert mikið að svona velta steinum í pólitík og svona. Þú ert mikið í því, sko. Já, en ég líka fagnar náttúrulega bara þessari flóru sem er búin að skapast í þessum hlaðarskeira, sko. Og eins og ég nefndi við ykkur, ég held ég fyrsta skipti sem ég kom hingað, sko, og ég held fast í þá skoðun og bara svo ég endur ekki hana líka. Það er mjög gott líka bara að sé bara efni fyrir alla. Ég held að, sko, svona talandi afþreying er eitthvað sem að mér hugnast verulega og sérstaklega þegar að við erum að tala svona veruleika þar sem að við erum með miklu styttri athyglisbönn. Að þá er mjög mikilvægt að við getum haft aðgengi að einhverju sem er í svona lengra formi þar sem ekki verið einhvern veginn að heyja að þessari stuttu athyglisbönn, sko. Já, við náttúrulega erum fjölmiðill, við sem gefum út podcast. Nei, við erum það ekki. Það erum við ekki. Eru þið fjölmiðill? Nei. Ég veit ekkert hvað við erum. Já, hvað sko, þetta er eitt sem að við erum alltaf svo litlir í okkur sem erum að stýra hlaðvörpum. Við erum hlaðvörp og það þarf bara að vera hugtak sem að er bara ekki undir neini annarri reglíf út af því að þetta er orðið þannig að þetta stendur miklu meira undir sér heldur en svona fólk oft vill láta svona í ljós. En er þetta ekki miðill? Jú, við erum miðill og við erum að fara til fjöldans. En ég meina, ég bara held að sko út af því að fjölmiðill er bara eitthvað hugtak sem við þurfum svolítið að halda fast í þar sem að við erum að neita upplýsinga og þú varst fannar að nefna það að þetta er bara alls konar efni sem að fer inn á þetta. En fjölmiðlar aftur á móti verulega mikilvægir. Ég nýti fjölmiðla gríðarlega mikið til þess að búa til mitt efni fyrir hlaðvarpið. Þið notið fjölmiðla líka til þess að nýta ykkar efni. Nú erum við að styrkja fjölmiðla til þess bara að halda þeim úti út af því við erum að litlu málsvæði sem að þýðir það einfaldlega að við eigum að hafa þetta svolítið til hliðar. Að hlaðvörp get ekki verið einhvern veginn að moka undir eigin raskat með af skattfé til þess eins að halda þessu úti. Þetta er náttúrulega galið, sko. Já, þetta er galið, sko. En við erum bara búin að fá 1 tölvupóst frá fjölmiðlanefnd, sko. Já, ég er búin að fá mjög marga. Því þú ert að svara þeim eða ekki? Jó, ég er að því, sko. Við erum að kosta. Já, það er náttúrulega algjör no-brainer, sko. Þeir eru að fara að halda einhvern fund núna. Við erum að tala saman hérna í byrjun ágúst og þeir eru núna að fara að halda einhvern fund út af þessu máli og eitthvað fleira, sko. Hugsið ykkur bara að við sem skattgreiðendur séum að borga undir þetta brandara batteri, sko. Ég veit ekki hvað þú ger almennilega, sko. Ég held að veit það ekki sjálf, sko. Annað en að böggast í einhverjum hlaðvörpum og þykjast halda út í lýðræði, sko. En var það ekki fjölmiðlanefnd sem að var eitthvað brjáluð út í RÚV þegar við vorum að auglýsa eitthvað áfengi? Nei, við vorum ekki að auglýsa áfengi. Ja, þú veist, þeim fannst það. Ég ger eitthvað jólainslag, einhverjum jólaþætti á RÚV og fór á einhvern bar og var að drekka einhvern jólabjór. Og gefa einhvern og bara stemning. Já. Algjör stemning. Skemmtilegt innslag. Hugsa ykkur að vera svona leðlur. Og svo er ég alltaf að velta fyrir mér, sko, þessu dæmi með áfengið. Að núna er alltaf verið að segja við okkur, sko, að ef það er verið að auglýsa áfengi að þá er einhverju veiklundaðir sem að detta í það út af því að þeir heyra orðið kaldi eða túli eða eitthvað þannig. Og þá veltir maður fyrir sér, sko, en ef þeir heyra
Thule léttöl eru þeir þá bara hjúk þetta söðun og léttöl og eins gott nú ætla ég að sleppa þetta í það því ég kom með þessa flögu í hausinn að mér langi áfengi núna en út af því að hann sagði léttöl þá varð ég afhugað því sko. Nei, en er ekki alltaf umræðan líka eitthvað svona sem er kannski önnur umræðan með aðgengjað áfengi nú er svo auðvelt að redda því og krakkandi geta bara gert það gegnum appið og bara fengja áfengi sendt heim en ef ungling langar að drekka hann mun drekka En unglingur getur ekki keypt til þess að heimkaup.is Þú varst að fara í gegnum Ísland.is Já, vissulega En ég segja bara eins og þegar ég var yngri og byrjaði að drekka það var ekkert sem stoppaði mig einhver lög maður bara rettaði sér einhvern veginn Já, og þetta einmitt þetta sko með aðgengi það er verið að tala um það að við þurfum að halda út í átífaferð og passa upp á hina út af því að annars sé ómikið aðgengi en ég meina að þú kemst ekki gennum leifstöð öðruvísir en að fara í gegnum heilmikið magn af áfengi þar sem þetta er jafnvel borið í því sko en ég veit ekki, þetta er náttúrulega svolítið sérkennileg umræða ég er ekki með einhverja svona harða afstöðu ég tel reyndar út af því að við erum að borga svo mikið inn í átífaferð að aðrir eigi bara að geta séð þetta og þá verður kannski líka bara minna framboð það var bara eftir að koma í ljós en þetta með auglýsingar og fjölmiðlana mér finnst þetta algjörlega fyrir neðan allar hellur En eins og bara þú segir þessi boriði áfengi hefur þú fengið eitthvað bara að koma heim frá Ameríku eitthvað lendur morgun og það er verið að bjóða þér í jokka að taka við því Nei, en er ekki meira þegar maður er að fara út til hægri þar sem er einhverjur svona sérmunir og þá var alltaf einhver kall þar einhvern veginn að skengja í glös Thule, alltaf ískaldur og léttur Já, við elskum Thule, það er okkar uppáhaldsbjór Já, fáðu okkur Thule Nói Sigurðs, ég er að vinna núna með trítlana Fannar, þú elskar trítlana og súru trítlanir, þeir bara leikum munnvikið Rosalegir Heimkaup.is ef ykkur vantar ískaldadrykki farið inn heimkaup.is fá það sent heim eða sækið í mjótina Ormsson, já, Ormsson eru mjög góður þegar kemur að þvottarum og þurrkurum og svona Nintendo vörurnar það eru alltaf góðar og klassískar svona er ég mikið í bakstri brauðbakstri og svona og það er frábært deilt með þannig vörum hjá Ormsson Hvað er það að tala um? Nú skil ég ekkert Ég stundum við verið að auglýsa á einhver svona tilboð á einhver áfengi í leifstöð þegar maður lendir stóra fríhöfnin skilur og þá stundum eitthvað, maður bjóður í okka og maður er bara klukkan 8 sko. Aldrei verið búður í okka því ég lendi á leifstöð Aldrei, ég hef lendið í nokkur sinnum sko. Okay. Og ég svona Þú var bara að leitast eftir því sko. Já, þetta finna það Af því að ég á mér erfitt að segja nei þú veist, í búðum og svona ef ég væri bónus að það er að bjóða upp á ostaköku og bjóða að smakka þessu ostaköku ég verð að gera það Ég get ekki sagt bara nei Ég minnst það bara eitthvað svo dónulegt En ef það er eitthvað sem bara finnst mjög vond Ég læt mig hafa það Já, okay. En ég á mjög auðvelt með að hafna einhverju svona ég veit ekki, blindrafélagið bara dæmi er að ringja og vill styrk þá það er í síma þú er náttúrulega að tala um það þér er mjög nöp við blindrafélagið Já, mjög Ég er að styrkja blindrafélagið Já, þú ert andstæð, þú ert veikur Ég kann ekki Já, ég hef með svona 18 kröfur á heimbankunum hverjum einasta mánu, já, sem ég borga sko. Já, hann er að borga í kirkjuna og hann er að borga í þetta og hitt og... Já, en sko daginn fyrir svona 4-5 árum síðan þá tók Gunnar okkar þetta að sér og hringdi í alla og cancelaði sko. Þetta var orðið aðeins svo mikið Já, þú gæst ekki gert það sjálfur Nei, hefur þið ekki í það Nei, mér finnst það ekki Já, hann var hann svo pirraður á því hvað ég var að borga í mikið sko. Hann tók þetta á sig og ég held að ég sé núna kirkjan held ég og svo UNICEF Já, UNICEF Krabbameinsfélagið og mennið sem fara að bjarga þeir og fastur einhverstar Landsbjörg Já Ertu þá að styrkja eina björgunarsveit? Það veit ég ekki, það kemur bara eitthvað Landsbjörg sko. Já, bara eitthvað Landsbjörg Eru margar? Er ekki Þorbjörn og Landsbjörg og... Er þetta ekki alltaf undir sama hatti eða? Ég þekki ekki nægilega Nei, það getur nú er ekki Landsbjörg, þau sjá bara Ertu að meina Landsbjörg sé reglífin? Já, ég held það Það geti verið En það geti verið rangt hjá mér En nú sko ég hlust Þorbjörn var að selja svona Trump-húfur Landsbjörg selur flugvelda Það var ekki Landsbjörg sé eitthvað svona En sko, nú hlusta ég á hlaðvarpið þitt Tóti, og er bara gaman að því sko. Benni gerir það ekki Ekki jafn mikið Ég hlusta meira á klippunar hans Já, það er ekki nóg Þú ætti að hlusta á allan þáttin Þú hlustar ekki á klippunar Hlusta á klippunar, þú bara sérð klippunar Hann er með langa klippur Gaman að því sko. Einræðurnar Stóti, ég elska þér Takk fyrir það Það er kannski áni kemur þessi spurningu Þú farin að vera með podcast sem þú bara einn í, alveg einn Já Hvernig finnst þér það?
Ég prófaði mig bara áfram í því og eftirspurnin var þannig að ég vildi halda því áfram og aðrir vildu greinilega að ég held því áfram eða voru allavega að hlusta, kannski voru það svona heit hlusta en ég mér finnst það bara gaman mér finnst mjög gaman að skrifa en nú veit ég að fólk hlustar meira heldur en að skrifa en að lesa þannig að ég bara fór að prófa þetta ég lag mitt mjög handahófskennd ég svona tel ykkur að vera líka svona handahófskenndu því bara sittist niður og svo byrjum við að spjalla og sjá hvað gerist mitt hlaðvarp líka þannig og ég í rauninni spái ekkert mikið ég ekki með einhverja svona langa aðgerða áætlun þegar ég að pæla í hlaðvörpum hvar vil ég vera eftir 3 mánuði ég rauninni bara reynir svolítið að halda áfram og með þessa einræður klippurnar eins og þau voru nefna sem að Benni elskar og þú elskar minna þær hafa fengið mikla athygli út frá þessu þar sem að ég næ bara einhvern veginn að svona utan mínar eigin hugsanir og oft bara stundir sest ég bara niður og með svona lista yfir kannski 5-6 hlutum og svo bara ranta ég einhver klukkutíma. Þú ert ekki með prompter eða neitt? Ég stundum með prompter. Ég nota hann minna heldur en ég hefði áætlað þegar ég byrjaði þetta. En jú, ég nota hann stundum sko. En hvað Tóti svona að pæla dagstæla í samfélagsmálum og svona? Hvað svona þér ofalega í huga? Það mæntilega þetta ESB-dótarna núna í loka ágúst. Þú pælir mikið í því. Já, ég Þú ætlar að segja nei, það hefur komið fram í hlaðvarpinu. Já. Og var ekkert harður á neyinu og ekkert það harður á neyinu Þér hugnast það ekki? Nei, Þú notar orðið hugnast mikið? Já. Ég er gaman að því. Nú þarf ég örugglega fyrst að ég nota svona mikið þá þarf ég Nei. Nú var ég alltaf bara hættu að nota þetta. Nei, ESB sko ég tók viðtal við Björgvin Inga Ólafsson sem í stjórn hjá Deloitte og hann sagði við mig eitthvað þá ég heyrti þetta út um mér með skýrslu sem heitir Draghi-skýrslan og ég ætla ekki að fara djúpt ofan í hana út af því að það er svona aðeins í þyngri kantinum en hann allavega bendi mér á þetta og ég fór að lesa hana og ákvað að gera þætti hana og hún í rauninni grunnforsendan fyrir því að ég tel að neyið sé ákjósanlegt í ágúst akkurat í dag ári ekkert einhvern veginn að bara fleygja því að út á borðinu að það verði einhvern tímann físilegt að fara Físilegt Físilegt mjög tótalegt. Það mjög físilegt Físilegt. En Þetta ekki danska? Físilegt. Ég veit það ekki. Það físilegt. Ekki Físe, það er kúkur. Físe, eða píka? Nei, hvað físe? Nei, það físe. Físe. Já, ok. Físe píka. Físe eitthvað. Já, ok, já. Það físilegt alltaf. Já, þú last einhverja skýrslu. En já, og í grunninn komst ég að þeirri niðurstöðu að Evrópusambandið bara á þeim stað að regluverkið ekki ákjósanlegt akkurat í dag og þeir eiga mjög erfitt með að breyta því og þar af leiðandi sé alveg sama hversu góðan pakka við fáum að þá ekki gott fyrir Ísland akkurat í dag með að forsendur að segja já í ágúst og fara í aðaldaviðræður. Ég stundum hlusta á viðtöl, ég held með þess að viðtöl hjá þér, það var einhver hjá þér sem svona jáari og mér varst hann mjög sannfærandi. Var það ekki Sveitandrið? Jónas Hagan? Já. Er það ekki? Jú, hann var bara svona hóvær og flottur og svona hvernig hann talaði og bara svona, eftir það hlaðvarp var ég eitthvað svona, já, kannski. Já. Svo var ekki annar hlaðvarp sem ég hlustaði og held ég á þér einhverstaðar, ég man ekki hvað ég hlustaði á það. Og þá var ég eitthvað, nei. Þannig það þetta að sannfæra mig einhvern veginn bæði. Ég á einn vin sem var neyjari, en hann var jáar eftir podcastviðtal hjá þér við Sveinandra. Já, það? Já, áhugavert. Já. Ég er ekki búin að hlusta á það, en það sé ég bara klippunar. Nei, ég nefnilega líka sko, ég er svona tjáningafrelsis absolutisti svo ég fá að sletta. Þar sem að ég bara tel að við hefum að fá öll sjónarmið upp á borðið og svo á fólk að taka afstöðu til þess út frá því. Ég er alveg til í að breyta skoðun, fyrir 29. ágúst. En hins vegar að þá þykir mér það mjög ólíklegt því að það ekki gott að vera í Evrópusambandinu akkurat í dag og það fólk alltaf að tala um það að það hafi verið svo rosalega gott fyrir þessi ríki sem eru inni þangað til í dag en aftur á móti Evrópusambandið þannig í þannig stöðu að það verður ekki gott að vera þarna næstu árin og þess vegna tel ég ekkert að það sé hægt að fleygja út af borðinu að við göngum einhvern tímann inn ég tel ólíklegt að ég mun einhvern tímann komast á þá skoðun en eins og er flegi ekkert út á borðinu þess vegna, sko, neyjaran líka geta verið svo ógeðslega klikkaðir Þetta það sem ég vil áhvert að tala við þig er bara landslagið og umræðan
Bussi frá einhverjum hvort betra eða ekki. Bara hvernig finnst þessu umræða að hafa verið? Svolítið heift í þessu. Já, ég veit það ekki. Ég tek eiginlega undir það nú ég að vinna þætti líka verið Þórdís Kolbrún og Dagbjörn Eggertsson. Að ég tek eiginlega undir, hún sagði Þórdís fyrir í síðasta þætti sem ég gaf út hjá þeim. Að hún sagði eitthvað á það leið að við eigum alveg að vera nægilega fullorðin til þess að geta tekið svona umræðu. Og auðvitað eru svona, það vorum að tala áfengi áðan fólk sem kannski aðeins búið að fá sér kannski í einhverju heimafylleri á Facebook, það náttúrulega með gríðarlega mikla rödd. Ég held að umræðan sé í flestum tilfellum einhverjir svona bilaðir jáarar og bilaðir neyjarar og svo erum við einhvern veginn hvað umræðan erfið. Ég einhvern veginn legg ekki mikið mikla vikt í þetta því að við erum alltaf að tuða yfir því hvað umræðan sé eitthvað slæm. Já, hún getur alveg verið það, en aftur á móti umræðan í langflestu tilfellum bara ágætt. Það bara eina sem að gerist að við sjáum meira af því sem svona heiftin. Ég var í afmæli í gær hjá pappa og þar voru systkini mín og mamma og eitthvað svona að tala að vanti bara umræðu. Að þau eru ekki að hlusta á podcast kannski jafn mikið og ég og þið og eitthvað svona. Og þau sögðu bara að það hefur ekkert komið einhver bæklingur heim eða það ekkert á RÚV eitthvað svona panelumræða, já eða nei, stað einhverju viti. Þannig að það hefur ekkert verið svona mainstream bara svona fyrir bólinn heima sem veit ég hvort það segja já eða nei, mikil umræða. Annað en bara eitthvað svona á Facebook eitthvað. Það var einhver þáttu búin að vera ekki með Patrik Hæmi og Baldvin. Já. Jú, ég veit það ekki. Fólk alltaf að kvart yfir því að sé eitthvað oflítil umræða. Ég held að fólk sé bara ekkert voru alveg mikið að leitast eftir því og ég held að reyndar að 80% af þeim atkvæðum sem að verða sett í kjörkassan munu vera einmitt svona atkvæði. Þess vegna finnst mér þetta að vera gríðarlega mikilvægt að þessu sé haldið á lofti. En ég held að þetta muni ráðast alveg eins og allar aðra kosningar á svona seinustu 2 vikunum. Það er svolítið síðan við fórum í kjörklefann og vorum að velja já eða nei. Var ekki bara Icesave eða? Jú. Það er ekki bara síðast. Jú. Sveimi þá, jú. Maður ætti kannski að muna eftir einhvern. Ég held að sé þannig og mér finnst það bara að vera fínt Ég held bara, og ég alveg sammála því, bara þjóðin á að fá að kjósa þetta. Ég tel að neyið sé betur til þess fallið að búa þannig hnútana að Íslandi muni vegna vel. En svo ef það kemur já, þá náttúrulega bara förum við í það að reyna að sjá hvort það sé ákjósanlegt að ganga þannig inn. En ég eins og segi, það eiginlega orðið að mínum að þetta ævintýralega galið að ganga þannig inn í dag út af því sem að Evrópusambandið sjálft að segja og þessi tragiskísla náttúrulega að pöntun Evrópusambandsins, það er að segja framkvæmdar Evrópusambandsins og þeir segja bara að bankakerfið ekki samkeppnishæft á alþjóðamarkaði. Regluverkið þannig að nýsköpunarfyrirtæki vilja ekki vera inn í Evrópusambandinu. Það eiginlega engir svona sprotar, svona tekníksprotar sem vilja verða þannig inni. Gervigreindabyltingin að eiga sér stað í Bandaríkjunum og í Kína og Evrópa bara eftirbátar í því. Og Evrópusambandið virðist ekki geta létt af þessu regluverki sjálft út af því að aðildarríki eru með svo mikið neitunarvald og þeir telja að til þess að takast á við það að þá þurfum við minni ríki að hafa minni aðkomu að því að geta sagt nei við hvers kyns löggjöf. Þannig að þegar fólk til dæmis að segja við mig að það sé svo frábært fyrir okkur út af við erum með svo miklu meiri umframvöld út af við erum með þessa 6 þingmenn, þá ég bara að hugsa, heyrðu, þeir eru að segja sjálfur að minni ríki þurfi að hafa minni aðkomu að því að skapa löggjöfina. Þá ég bara, það eiginlega galið að við séum að fara inn. Já, rödd rödd, það ekki? Jú, sæti við borðið og kíkja í pakkan og allt þetta dót Ég held að flesti vilji bara kannski lægri stýrivexti? Já, húsnæðislán Það nóg Já. En það ekki gefið að stýrivexti vera lægri en á móti kemur þá að vera launin líka lægri. Já, og við þurfum líka að geta tekið á okkar eigin málum áður en við færum nokkuð tíman í þá átt að geta fengið áþekka vexti eins og í Evrópusambandinu. Þannig að það sem við þurfum að gera til þess að fá þetta fyrirkomulag að taka sjálfa málunum sem það engin fyrirstaða fyrir því annað en við sjálf. Þess vegna eins og ég sagði við Pavel eins og með verndarþolið það núna að vera að segja við okkur að Er hann ekki skemmtilegur? Jú, hann minnst hann mjög skemmtilegur. Mjög fyndinn. Já, en hann segir að mataverð muni koma til með að lækka og ég segi já, það þetta verndarþolum sem við erum með á landbúnaðarvörur og annað sem við myndum þá þurfa að fella niður og hann segir já, nei, það bara svo pólitískt, það bara political suicide
að fara í það að gera það. En Evrópusambandi getur aftur á móti gert það fyrir okkur og þá mun matvælaverð lækka. Já, ég skil. Þannig að látum þau bara gera það í stæðan fyrir að, já, ég skil. Já, út af því annars missaðu starfið sem þingmenn, sko. En ég held þetta verði mér finnst þetta geðveikt. Mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt. Já. Hvað værum við að tala núna og þú í podcastunni, það væri ekki þetta? Þetta bjargaði mér, sko, yfir sumartímann, ég hef ekki spurning. Við varum að tala bara eitthvað, þjóðhátíð eða... Nei, svona pólitískt er ég... Já, pólitískt. Hvað langt síðan þið fóruð á þjóðhátíð? Við vorum að vinna þar fyrir 5 árum með eitthvað en svona fara á þjóðhátíð eða meira fara á þjóðhátíð og tjalda og djamma En er þetta ekki, þið rættu þetta í einhverju þætti sem ég hlustaði á hjá okkur þar sem að þið voru að tala um að fara á þjóðhátíð og þá var þetta svona afsökun fyrir kona en í rauninu var þetta bara skrall Þjóðhátíð er skrall, já en ég er að segja að þú veist, þið farið að vinna en þið eru ekkert að vinna Við vorum að taka upp sjónvarsþátt sko en svo er hann bara búinn og þá getur maður farið að ekki vinna Já, það má alveg og það er eins og í öllum Þetta var með Aroni Móla Já, Aron, já Hann var að tala um þetta hjá ykkur Já, það getur verið Það er svona 2 árum Manstu bara eftir því? Það er með gott minni, hann Doddi Nei, en sko, ég held ég senast var á þjóðhátíð til þess að djamma fyrir 18 árum eða eitthvað Ég held það, því ég var bara 18 sko Já, eða 20, já, ég held það En þú? Ég hef farið, sko, fór fyrst held ég 17 ára 17? Tóti, það er alltaf langt sko Einu sinni var gaman af rúlingu sko En þurftir að ljúga það að foreldriðinu hvert þið var að fara Ég var að gista af vinni mínum, svo ertu bara á þjóðhátíð Ég man það ekki Nei, sumi gera það sko Já, ég man það ekki Ég sagði örugglega bara ég var að fara að vinna eða eitthvað Nei, hérna Svo ég farið 7, 8, 9 sinni jafnvel sko Ég man ekki nákvæmlega tölun á þessu Mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt Og hvað finnst þið skemmtilegast? Bara hangi í brekkunni og tralla eitthvað, lappið kvítjöldin Það er erfitt að gera upp á milli sko Brekkan er mjög skemmtileg og svo er gaman yfir daginn fara þannig á, þetta er ekki prófastinn þannig að barinn neðst í brekkunni Taktu maður ekki aðeins upp svona og hérna mér finnst þetta bara allt skemmtilegt sko Já, eigamenn eru skemmtilegir sko En færðu svona FOMO þegar þú ert ekki hérna? Nei Hvað er til að vera þarna? Nei, ég er ekkert eitthvað að sjá blísin og eitthvað Nei, þér er alveg sama þó þú sért ekki hérna Nei, fáið þið einhvern tíma FOMO yfir einhverju? Mjög sjálft Já, Vala mín fór á þjóðhátíð sko Ég ætlaði með henni en það gæti ekki passað deg þannig að ég satt heima með krakkana Hvað er það okkur til að hlæða? Hann sagði deg og þú kom svona eitthvað lúk á þig Já Hann heitir Dagur og það er allir að fallbeygja nafnið á honum Deg og ég er að gera grína því að ég vil fallbeygja bara nafnið hans Dagur dag frá dag til dags Skilu, hann heitir ekki Deg Fyllið fristukisturnar af pólísís fyrir krakkana eða ammalinn eða einhverja hittinga bara þeir rjúka út þessi pinnar Ég hveti ykkur til að krydda allt með Cape Herb & Spice kryddunum, þau eru geggjuð og það er einhvern veginn kryddið gerir steikina mínum mati og það er svo gaman að finna áferðina á kryddunum líka og kjötinu, hvernig þetta verður allt saman. Já, svo það líka bara fallegar umbúðir utan kryddin. Talandi það. Og ég minn ykkur á að fara inn á Atlansolíu appið og velja ykkur ykkar sparistöð til þess að fá hagstæðasta verðið. Það er bara svoleiðis Atlansolía. Svo verður styttast í drátt hjá hhi.is, Happdrætti Háskóla Íslands, takk í þátt, verið með, ég er búin að pröfa þetta, ég vann pening og er svo gladur með það. Nei. Ekki sammála því? Jú, ég er sammála því að hann heitir ekki Deg. Nei, þannig að þú fallbeygir nafnið Dagur. Ég er Dagur dag frá degi til dags. Já, þú sagði Deg. Degi? Já, Degi, hann heitir ekki það. Já. Herri, allavega. Já, þannig ég Vala fór og ég fekk alveg smá FOMO, sko. Já, ok. Svo hefði alveg viljað vera með henni ég við ekki það. Fara í sleik í brekkunni. Nei, ég get alveg skilið það, sko. Ég er sammálaður að mér líður illa ef að kona mín er að skemmta mér og ég er ekki að gera það. Skemmta sér. Skemmta sér. Já, þú er að skemmta þér. Tóði og þú er bara svo leiðilegt. Nei, ég er að bulla. Þú farið bara á kalda í 2 tíma. Það er bara ég verði að vera með henni. Nei, varst að djóka? Já, ég var að djóka. Ég var að segja Fannar er í rauninni að segja það, sko. Honum hefði liðið betur ef hún hefði ekki fengið að fara að skemmta. Nei, nú er það miskilja. Bara frábært að hún hefði farið en ég hef bara viljað vera með henni. Það er eina Já, algjörlega. Það er stemming, sko. En, talandum annað, þú varst að gifta þig. Til hamingju með það.
Takk fyrir það. Þú laus við spelkunar, þú fótbrotnaðir eða eitthvað rétt fyrir stekkjuna. Ég sleit hásinn í fótbolta. Það er agarlegt. Það ekki gott, sko. En byrju, ámar ekki verið í gifsi bara í marga mánuði? Nei, þetta er 9 mánaða process, en þú ert ekki útskrifuð fyrir en eftir ár. Okay. En ég fór í stekkjununa mína í hjólastól og í spelku og ég gat ekki stíðið fótinn og var hræðilegt. Og sko, þetta er reyndar frekar fyndið út af því að ég slít sem sagt hásinn og fyrir upp á Slisó og þau setja mig í eitthvað gifs og ég hringi í konuna mína og hún eitthvað neinin andskotinn og svo skellir hún á og þá hringi besti vinur minn og segir bara hvað var að gerast? Ég slaka og ég sleit bara hásinn og hann, við erum í þannig sambandið, hann er ekkit eitthvað, hefur ekki það miklar áhyggjur af mér að þó ég slíti hásinn að þá sé hann að fara á límingunum. En þá segir hann spurðu hjúkkuna hvort þú megi fara í flugvél og ég eitthvað, má ég fara í flugvél? Og hún eitthvað, nei, þú mátt það ekki út af því að þú ert komin í gifs og þá getur þú fengið blóðtappa. Og ég segi, nei, ég má ekki fara í flugvél. Hann bara andskotin, við vorum að fara að stekja því í Gdansk eftir 2 daga. Og ég var bara, andskotin. En ég fer heim og þá var ég á bömmir í alveg sólarhring. Og svo svona 18 tímum fyrir flugtak að þá segi ég bara, nei, heyrðu, ég ætla að gera allt til þess að, þú veist, þannig að ég get ekki hort upp á þetta og þeir voru þó að fara. Já, þeir voru búin að bóka ferðina. Já, einmitt. Og ég segi, ég get ekki fyrirgefið mér það ef ég reyni ekki allt til þess að komast í þessa ferð. Þannig ég geti sagt mig við það að hafa ekki komist ef ég hef ekki reynt allt. Þannig að ég fer eitthvað að ringja út allan bæ og spyr hvort það sé eitthvað hægt að gera í þessu og fleira og þeir bara nei. En svo fer ég einhverja krókaleiðir og fer og læt bara saga af mig gifsið. Og þetta er ókjærslega, hafið þið séð svona sög eða? Þetta er bókstaflega sko sög þar sem að hún er bara á löppina þér og þó hún snerti löppina þér að þá fer hún ekki inn fyrir skinnið. En þetta er ótrúlega creepy. Þetta er svona lítur út þess að slípir okkur, ekki? Jú, þetta er bara alveg eins. Og hún fer og skera með gifsið og ég ringi til Póla. Hvað bara einhvern kjallarengstæðar eða var þetta ekki bara spítala? Jú, upp á spítala. Já, þú sagði krókaleiðum eins og bara fundið kjallarengstæðar í Breiðholtinu og látið sæða gifs. Nei, ekki alveg sko. Nei, ok. Einhver tattooartist bara með þetta reddi. Nei. Ok, gifsið tekið. Já, gifsið var tekið. Ég ringi til Póland, svo er að tala um einhverja mannesku sem talar mjög bjagað ensku en næra þetta hjólastól upp á hótelið og og fæ einhverja spelku frá frá pólverunum? Nei, heima og síðan fer ég fæ eitthvað læknisvottorð það að ég megi fljúga þó svo þetta hefði gerst og ég fór til Gdansk og var þar í hjólastól. Hvernig var það að láta stekja sig í hjólastól? Ég ætla alveg að viðurkenna það var ekki gaman eins og það hefði verið að vera ekki í hjólastól og hafið sé The Office ég pínu svona Steve Carell núna sem að brendi sig á samlokugrillinu sinu að ég pínu sámaður í dag sko, ég alltaf svona, ég veit hvernig ykkur líður og núna veit ég svona hvernig það að vera í hjólastól og annað sko. Já, ég man eftir sko einu sinni voru á EM 2016, þá var einn vinur okkar sem sleit hásinni mitt bara korteri fyrir ferðina og hann fór og kom í hjólastól og það var alveg smá svona vesen. Þú veist, Marseille, þetta var í svona einhverju brekku og mikið af svona ferðalegum inn á einhverja stadiuma. Já, ég var þannig í Marseille, ég get ímyndað mér að það verið hræðilegt að vera þar. Já, vont hjólastóla aðgengi það. Já. En var ekkert skrítið að vera mökkaður í hjólastóli í stekkjun og svona þarft að pissa og þeir þurfa að fara með þér og klósett og... Nei, ég var bara með hækjur með mér og Fórst bara sjálfur að pissa? Hækjur og hjólastól? Já. Og hélt það einhver á hækjunum? Já, það var nákvæmlega þannig. En þú þurftir samt aðstóð til þess að fara að pissa? Nei, það var ekkert að ég er að fara að pissa. Ég geti haldið á hækjunum. Já, ég sleit hásinn, sko. Nei, ég er ekki að tala um að aðgerinn að pissa, en bara nú þarf Tóti að pissa og þá þarf einhver að vakta hjólastólinn og Nei, við gerum það ekki með Gísla þegar hann sleit. Nei, að pissa með honum. Það er góð punktur. Við vorum aðalega í Ídónum. Póland er náttúrulega svo örugt sko, þetta er ekki London eða eitthvað sko. Já, Gdansk, ég er náttúrulega næstu búin að fara til Gdansk. Í til í sömræði. Svo hætti ég við, eitthvað svona, ég fór eitthvað að skoða svona samgöngur og eitthvað svona, ég veit ekki um þetta. Geggjuð borg sko. Já, hvað er svona gott við þessa borg? Í rauninni, þú veist, allavega út af því að við vorum alltaf geta ferðast mikið út af því að við í rauninni gátum það ekki. En hún er af mínu dómi mjög þétt og það er allt í boði, það er ógeðslega gaman hana, fólkið er
mjög skemmtilegt og það bara hægt að búa til alvöru stemmingu þarna og ég myndi jafnvel segja að þetta sé svona eins og að fara til Frakklands svona 2016 jafnvel aðeins fyrir bara það einhvern veginn meiri stemming og það segir þetta innflytjendastefnunni það í alvörunni það bara, þú veist, það náttúrulega bara vandi í Evrópu hvernig komið fyrir með innflytjendamálin og við getum alveg verið einhvern veginn að dansa eins og labba eins og köttur heitan graut í að ræða þessi mál en það augljóst að til dæmis eins og í London og víða í Frakklandi að þá þessi málefni bara orðin frekar slæm enda sko þegar maður út af því við vorum að tala umræðu og pólitísk samhengi og fleira að þá náttúrulega útlendingamálin í rauninni sko svo breyta sem að skapar hvað flest atkvæði fyrir stjórnmálaflokka í dag út af því að það núna bara flokkar sem eru í flestum tilfellum stærstu flokkanir viðsvegar í Evrópu sem eru með það eina á stefnuskráni sinni að taka útlendingamálum og við pælum bara í þessu til dæmis með þessa stóru flokka eins og AFD og Robert Lowe og Nigel Farage og Marine Le Pen og allar þessar stjórnmálamenn, allar þessar stjórnmálaflokka það veitir rauninni enginn hver raunverulega afstæða þeirra til efnahagsmála við vitum bara þeirra eru harðir í þessum útlendingamálum flestir eru með einhverja svona hugmyndir það þurfum við að vera með hægri stefni í efnahagsmálum en það ekki breytan sem að vegur hvað þyngst En hvernig fannstu fyrir því ekki í dansk? Það væri bara hvað það ekkert svo langt sem ég var í London og það var bara óöruggara að vera í London heldur en að hefur verið áður Var svona glæpatíðni og eitthvað svona dótið? Já og bara, ég meina, þetta var bara, maður fann að það var bara undir berum himni, þá var verið að reyna að pickpocketa og verið að ræna svona pökkum fyrir utan húsin og fleira. Þannig að ég held bara að það sé ekkert svakalega vel komið fyrir Evrópu í útlendingamálum og það endar afstæða þeirra sem eru líka að fara að kjósa þannig flokka sem eru núna, eins og segir, langstærstir. Ok, G-dansk, höldum áfram þar, þú varstu bara á svona aðalgötunni svolítið bara brása og þetta er svo sem í Stekkjaferð þetta bara að vera á einhverjum börum sko. Já, og það var nákvæmlega það sem við, þú veist, það var fyrir að fyndið vorum að ræða Steggjuna myndbandi sko, að þá vorum við svona að pæla svona, já, sínum frá öllu sem við gerðum og svo, þú veist, við vorum eiginlega bara sátum, drukum bjór sko, en það var ótrúlega mikil stemming sko og við fórum í einhverju svona Góður matur eða? Já, bara fín, hann ekkert eitthvað unaðslegur sko þú veist, þú ferðið ekki til dans sko af matarmenningunni en bara fín sko En þú finnur alveg steikhús og pizzastað það allt annað sko borg en nei, ég mæli eindriði með því að kíkja til dans Það er strönd, já Hvað kostar bjór í Gdansk? Herðu, ekki spurning hann var ekkert, hann hafi ekki verið á svona 400-500, 600 kall eitthvað svoleiðis Það er aðeins ódýrara sko Ég var að hugsa þetta til að fara með börnin sko Já og ég svona komst það niður að hefði vel að þurft bíl til að fara í dýragarðin og fara í þetta það er eitthvað svona, hvað heitir Maja bífluga barnatíminn, það er svoleiðis land í Gdansk. Nei, sko, leigubílar eru ræjódýrir en það er náttúrulega kannski að þau þurfa bílastól og hvað hann 3 Isofix þetta er eins og Tenerife þá náttúrulega bara maður ekkert í Isofixinu sko ef þú tekur leigubíl það er bara ekki í boði og ég pantaði einu svona rútu og með öllu bara Isofix og fyrir öll börnin það var ekkert af þessu sem kom Nei og ég reyndi svona eitthvað Donde está Sia para niños Sia? Já, þú náttúrulega reiprennandi með spænskuna Já, ég get bjargað með þokkalega sko. Já, hvernig þú í spænskunni? Ég agalegu með tungumál sko ég finna líka bara, ég lélugur svona í smóltóki með ennsku Er þið góður þar eða? Myndir þú treysta alltaf Ég almennt séð lélugur í smóltók mér finnst það ekki skemmtilegt og ég held að það sjáist á mér að þegar einhver fer að tala við mig svona daginn og veginn að ég vil ekki tala það Þú ert með podcast sko Já, en ekki daginn og veginn sko. Nei, bara eitthvað svona Ég væri ekki frábær í ykkar sætum sko. Þið geti verið skemmtilegir án þess að hafa einhverja svona agendu í hlaðvarpinu Þú veist, út af því að maður komið með einhvern í hlaðvarp og það einhver svona sem almennt séð bara svona skemmtilegur Já, skemmtilegur en hefur líka kannski einhverja þekkingu á einhverju ákveðna máli og við vitum hvað það hvað við erum að fara að ræða þó svo þetta sé eins og ég var að nefna áðan bara svona alltaf handahófskent að þá ég ekki já, hvernig var verslunarmannahelgin hjá þér?
Já, svoleiðis, já. En ég spyr samt að þessu sko, því ég veit að það kurteisi sko. En þú fengið Bjarna Ben í poddið hjá þér. Hann er mikill vinur hraðfrétta og hefur komið flest sem við höfum verið að gera, en við höfum aldrei náð Bjarna nógu vel í svona small talk, svona behind the camera. Nei, hann mikill ég þú veist, mér finnst alltaf svona að drífa sig, hann svona fara eitthvað og fara eitthvað fund. Já, ég held hann, allavega mín upplifun á hann, ég held hann sé ekkert mikill small talk maður, hann vill fara svolítið bara svona hennar mál sem við þurfum að klára og svo hann er örugglega bara ennþá í svona forsætisráðherra gírnum sko, ég fekk hann daginn náttúrulega núna framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Ég held að sé alveg sama, þú veist, það er hérna, nú er þetta búið og þá þurfum við að gera þetta. En hver af þessum pólitíkusum sem við höfum hitt er bestur í small talki? Össur. Já, ég get ímyndað með það. Össur Skarphéðins. Já. Ég hitt hann í gær í miðbænum og hann var búinn að skafa sig. Hausinn? Nei, skeggið, hann er skegglaus og hann labbaði hann fram með Össur labbaði fram með mig og var eitthvað blessaður ég fattaði ekki þetta var Össur og það var bara, svo bara klukktíma setna og sendi honum á Facebook eitthvað fyrirgefðu elsku vinnur hérna, ég bara þekkti ekki svona skegglausan. Já, allir vinstri menn sé ekki betri í smóltókinu heldur en hægri menn, ég veit það ekki. Hægri menn er nú alveg lúmskir í því líka. Inga Sæland frábær. Já. Bara rasar allt sko. Á sig hverjan sögu. Inga Sæland kom með þessi til mín og hérna í hlaðastúdíunum sem ég var í, sem að þið hérna komið í, að þá var rúm út af því að sá sem ég var að leigja hjá, hann sem sagt á hérna, hann býr á Selfossi og einstaka sinnu þegar heiðin er lokuð að þá þurfti hann að gista í sem sagt bara hérna inn á skrifstofunni sinni og það hann komst ekki heim. Það var rúm. Og Inga Sæland labbar inn og segir heyrðu, ég vissi nú ekki að þú hefði svona hugmyndi fyrir mig og svo spurði svo hvort við varum að fara að sofa saman og ég sagði, nei, það er nú ekki svo gott. Hún er með góðan húmor. Mjög góðan húmor. Þetta er Ólafsfjörðurinn, Hnotskurð sko. Þetta er húmorinn. Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt sko. Landsbyggðarfólk er náttúrulega almennt skemmtilegra heldur en höfuðborgarbúar sko. Og betra líka. Já, miklu betra. Já, miklu meiri nærtengu við hérna lífsgæði. Hefur reynda sorry. Ekki stress. Ég bara greipaður orðið. Nei, gott. Já, það er dónulegt. Að því hún er fyrir aftæði Jóhanna Sigurðardóttir. Hefur reynda að fá hann í pottið? Nei, ég hef þetta ekki gert. Já, það er ef hún er að hlusta, sem ég veit hún er að gera. Þá bara... Ég held að það síðast sem hún myndi gera er að hlusta á okkur. Mér grunnaði bara. En ertu með eitthvað svona drauma viðmælanda sem langar að fá til þín og vera eitthvað... Kára Stef. Við höfum talað nokkur sinnum saman í síma. En við höfum ekki látið verða af því. Ég þarf alveg bara að ringi, ég ætla að ringja hann bara strax og ég er komin hérna út. Hann er húmoristi. Við höfum gert ýmislegt með Kára sko. Hann kom með agendu þegar við fengum hann í hraðfréttir. Hann vildi ekki yrða á Fannar. Það var eitthvað svona grín agenda hjá honum sem við föttuðum ekki. 2 tíma. Svo er hann bara að tala við mig og uppbyggja mér og Fannar alltaf á kantinum að tala við en hann bara hlustaði ekki. Það er einn hagfræðingur endar sem ég hefði viljað taka viðtal við sem er Þráinn Eggertsson sem lést fyrir ekki svo löngu og Heiðar Guðjónsson segir í bóksinni Norðurslóðasókn að þetta sé besti hagfræðingur sem hefur verið hér á Íslandi og vita allt og fáir hver hann er en ég hefði viljað tala við hann. Við áttum e-mail samskipti áður en hann dó þá sagðist hann vera orðinn of veikur til þess að geta tekið upp slíkan þátt og það er svona hann og Christopher Hitchens sem ég hefði viljað taka viðtal við. Það er aðalega svona fólk sem er fallið frá sem ég hefði viljað. En þú þurft að tala ensku við Hitchen? Já. Það er ekkert mál. Nei, ég náttúrulega bjó í Bandaríkjunum á sinni tíma, þannig að ég spjara mig alveg á ensku þó svo ég sé ekki, ég þarf alltaf svona 2-3 daga að ég að tala ensku til þess að taka hlaðvarp á ensku. Ég hef prófað að fara kaldur og maður bara einhvern veginn maður þarf að stilla sig inn á það sko. Já, ég var til í Dorrit. Já, heyrðu. Það myndi fara fram á ensku. Er það ekki bara því að finnst Dorrit eitthvað fyndin eða? Jú, er það ekki nóg mikil ástæða? Jú, ég bara spyr. Svo er þetta að hún getur verið á lausu. Hún er á lausu? Við vitum það ekki alveg, það er verið að tala um það hérna. Í skilnaðarferli þá ertu nú eiginlega að verða á lausu. Já, þá ertu á lausu. Svakalegt samt. Þetta er eitthvað svo mikið kingpin par sko. Já, þau eru vinir, það er fallegt. Já, og kom það fram, ég náðu ekki að lesa fréttina. Þau eru vinir. Þetta var náttúrulega bara að koma fram núna í morgun þegar við vorum að taka upp, sko. Ég heyrt þessu fleikt, sko, áður. Hvað það? Þannig að þetta komir ekkert á óvart. Já, menna það. Já, ég eins og segi, sko, til dæmis þegar maður er að ræða við fólk og
ég á vini sem að eru rosalega með gríðarlega þekkingu á því hvað svona fólk að sofa saman og hverjir hafa verið að hittast og eitthvað þannig þá alveg bara flýi eitthvað annað sko. Já, ertu ekki vel að þér í svona slúðri eða? Nei, ég ekki góður sko. En ekki svona slúðri eins og sem tengist þér og þínum vinum og eitthvað svona Nei, ég geti eiginlega ekki sagt það sko. Nei, áhugaleysi, bara eitthvað svona áhuga eins og, það nú leiða að þessu líka þegar ég tala við konur ykkar þú veist, Þegar þú tala við konur okkar? Nei, ekki ennþá Nei, hvað er að gerast? Að þegar þið eru að tala við konur ykkar að þá kannski er vinur ykkar hættur að hitta einhverja stelpu sem hann er búin að hitta í 2 ára eða eitthvað og þú segir, já, ég vissi það reyndar hann sagði mér það fyrir einhverju 2-3 mánuðum Tengi og það er bara, hvað meinaru? Akkur sagður mér ekki nei, hvað er að þér? Já Ég einhvern veginn alveg það er mér mjög fjarlægt Ég held að margir strákar tengi við þetta sko. Já Ég hef alveg oft lent í þessu eitthvað svona, já, hún er bara að vona á sér Akkur sagður mér það ekki? Ég veit það ekki bara glemti ég eða eitthvað Ég myndi segja sko að þegar maður má ekki vita af einhverju meðgöngu út af því að þú veist það er ekki komið yfir 12 vikunar eða 20 vikunar eða hvernig sem fólk vil segja frá þessu að þá segja ég alltaf það er frábært að segja mér þetta út af því ég mun ekki segja neinum út af því ég mun örugglega gleyma þessu strax eftir bara viku sko. Þetta sé eitthvað svona kynjatengt að konur hafi meiri þá áhuga á þessu og við á einhverju öðru Nei, ég held að konur og karlar séu alveg eins Já, þú er alltaf haldið þeirri skoðun fram Það er fín skoðun Og mér finnst bara mjög sérkennileg umræða að vera að segja eitthvað annað og lemmis að transkonur get ekki tekið þátt í íþróttum þar sem að konur eru sem er náttúrulega mjög bagaleg staða núna þegar að hinsegin dagar eru gengnir í garð og ég veit náttúrulega þið eru á þeirra afstöðu að allir eiga að fá að geta verið í öllum íþróttum og það sé ekki á okkar forræði að vera að gagnrýna það Nú ertu komin í rand Tóta sko, nú er ég Já, ég randur það Ég fann svitn í lómanum sko Nei, þú ert sammála þessu Hverju? Að transkonur eiga að geta verið í íþróttum fyrir konur Ertu að meina að einhver kall sem breytir sér konu að hann eða hún sem var alltaf kona, já sem var, fyrir maður sér gegnum þetta Nei, einhver sem var karl og er núna að keppa í kvennaflokki kvennflokki Já, það er skilgreinir sér sem konu að hann megi það Já Nei, ég er ekkert endilega saman að því Nú Hvert að fara með þessu? Nei, ég meina, það er bara afstæða margra í dag En fer ekki eftir hvenar þú breytir þér og annað eða? Það er ekki mitt að vera að nýsast Tóti, ég fann að sveitna henni í lófanum sko. Já, þetta er orðið svo klippan sem við tókum upp hana fyrir ekki svo löngu Ég var svolítið hræddur að koma í podcastið þín Nei, ég verð Það var að tala um ESB hvort ég segi já eða nei og hvað finnst þér Nei, ég er nefnilega með alveg mismunandi aðkoma því eins og með stjórnmálamenn Mér finnst ef þú ert þannig opinber manneskja og þú setur þig þannig fram að þú sért í rauninni að fara að berjast fyrir ákveðnum hagsmunum og ákveðna hugmyndafræði að þá áttu að geta tekið allt öðruvísi á málum. Ef ég er að fá ykkur þá er ég meira bara að fá eitthvað spjall og skemmtilegt út af því að þið eru skemmtilegir. Ég er svona fæ oft þetta ert að fara að rósta mig og ég klippurnar sem að fara mest á flug er kannski einhverja svona randræður en í langflestum tilfellum er ég bara í léttu spjalli og viðmælendur fara aldrei ósáttir einhvern veginn út úr hlaðvarpsrýminu Nei, ég var aldrei gerst Jú, en það kemur fyrir mjög sjaldan Ég var alveg til í að þú myndir rósta mig þá kannski kemist maður nærði Ég hef náttúrulega prófað það Já, það var náttúrulega bara Já, það var náttúrulega djók Nei, kannski var maður nærði eins og bara með Evrópu kostinguna núna í loka ágúst að það er hægt að sannfara með bæði ef ég heyri einhverjum ógeðslega klárum öðrum einn og hinum einn og svona Þannig ef ég fengi svona tótaróst þá kannski kemist ég inn í kjarnan á sjálfum Já, menna það myndir sálfræði tíma þá myndi ég vita kannski meira mig Já eins og núna og tala um þetta Ég er einhver miðill Já, ég held það Það er að selja svona tíma koma að tóta eitthvað róst Já, ég veit ekki Ég horfi nú ekki nægilega stórt á mig til þess að geta kjarna aðra En ég held samt að segja nú er ég alveg strák og stelpu og ég er ekki á þeirri skoðun að kynnin svo einn
Alltaf í mínu tilfelli þá er hérna Katrín mín og Eysteinn og Degið sko mjög ólík. En er mikil umræðum að kynin sé eitthvað eins? Það var náttúrulega... Mér finnst ekki mikið þetta. Nei, en það var þetta bara einhver vitleysa. Það var bara algjörlega galið hvernig fólk var að haga sér í kringum þetta að segja að bara líffræðilega staðreyndir væri einhvern veginn bara rauninni fyrir bíó og við varum búin að innleiða einhverja hérna réttu hugmyndafræði sko það að karlar og konur séu bara nákvæmlega eins og það séu bara einhvern veginn samfélagið sem að geri það verkum að þú verður öðruvísi, þú veist, þetta náttúrulega bara vitleysa og sjá þetta gegnum mitt í dag og það náttúrulega alls konar annað sem að falla með þessu, fullseint í rassinn gripið að mínum mati en þetta aftur á móti eitthvað sem náttúrulega undanhaldi en það var að della frá upphafi til enda sko. Segjum þetta lókaorð í hlaðfréttum að þessu sinni. Við sjáumst aftur fljótlega. Ekki spurning. Takk fyrir komuna. Mjög gott að sjá ykkur. One love.